Postulasagan 27. kapli. En Agrippa sagði við Pál: Nú þér leyft að tala þínu máli. Páll rétti þá töndina og bar fram vörn sína. Lánsamur þykist ég, Agrippa konungur, að eiga í dag í þinni áheyrn að verja mig gegn öllu sem gyðingar saka mig Því heldur sem þú þekkir alla siðu gyðinga og ágreiningsmál, þá bið ég þig að hlýða þolinmóður á mig. Allir gyðingar þekkja líf mitt frá upphafi, hvernig ég hef lifað með þjóð minni, fyrst í æsku og síðan í Jerúsalem. Það vita þeir mig, viljið þeir unna mér sannmælis að ég var faríseur frá fyrstu tíð og fylgdi strangasta flokki trúarbragða vorra. Og hér stend ég, nú lögsóttur vegna vonarinnar fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum, og vorar 12 kynkvíslir vona að öðlast með því að dýrka Guð án afláts nótt sem dag. Fyrir þessa von ég nú ákærður, konungur, og það af gyðingum. Hvers vegna teljið þér það ótrúlegt að Guð veki upp dauða? Sjálfur taldi ég mig skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesús frá Nasaret. Það gjörði ég og í Jerúsalem, hneppti marga hinna heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknir af lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyntingum að neyða þá til að afneita trú sinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Þá ég var á leið til Damaskus, slíkra erinda með vald og umboð frá æðstu prestunum, sá ég konungur á veginum miðjan dag, ljós af himni, sólu bjartara, leiftra mig og þá sem mér voru samferða. Vér féllum allir til jarðar og ég heyrði röddir sagði við mig á hebresku: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti broddunum. En ég sagði: Hver ert þú, Herra? Og drottinn sagði: Ég Jesús sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur þína. Til þess birtist ég þér að ég vel þig til að vera þjónn minn og vitni þess að þú hefur séð mig bæði nú og síðar ég mun birtast hér. Ég mun frelsa þig frá lýðnum og frá heiðingjunum og til þeirra sendi ég þig að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá Satans valdi til Guðs, svo að þeir öðlist fyrir trú á mig fyrirgefningu syndana og arf með þeim sem helgaðir eru. Fyrir því gjörðist ég, Agrippa konungur, eigi óhlýðin hinni himnesku vitrun, heldur boðaði ég fyrst heim í Damaskus og í Jerúsalem, síðan alla Júdeubyggð og heiðingjunum að iðrast og snúa sér til Guðs og vinna verk sambúðin iðruninni. Saki þessa gripu gyðingar mig í helgidóminum og reyndu að ráða mér bana, en Guð hefur hjálpað mér og því stend ég allt til þessa dags og vitna bæði fyrir háum og lágum. Mæli ég ekki annað en það sem bæði spámennirnir og Móse hafa sagt að verða mundi, að Kristur ætti að líða og fyrstur rísa upp frá dauðum og boða bæði lýðnum og heiðingjunum ljósið. Þegar Páll var hér komin í vörn sinni, segir Festus hárri röddu: Óður ert þú, Páll, þitt mikla bókvit gjörði þig óðan. Páll svaraði: Ekki ég óður, gufi ég Festus, heldur mæli ég sannleiks orð af fullu viti. Konungur kann skila á þessu og við hann tala ég djarflega. Eigi ætla ég að honum hafi dulist neitt af þessu, enda hefur það ekki gjörst í neinum afkima. Trúir þú Agrippa konungur spámönnunum? Ég veit að þú gjörði það. Þá sagði Agrippa við Pál: Þú þykist ekki vera lengi að gjöra mig kristinn? En Páll sagði: Þess bið ég Guð hvort sem lengur dregst eða skemur, að ekki einungis þú heldur og allir sem til mín heyra í dag verði slíki sem ég að frátöldum fjötrum mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn svo og Bernike og þeir þar sátu með þeim. Þegar þau voru farin sögðu þau sín á milli: Þessi maður fremur ekkert sem varðar dauða eða fangelsi. En Agrippa sagði við Festus: Þennan mann hefði mátt láta lausan ef hann hefði ekki skotið máli sínu til keisarans. Lánsamur þykist ég, Agrippa konungur, að eiga í dag í þinni áheyrn að verja mig gegn öllu því sem gyðingar saka mig Því heldur sem þú þekkir alla siðu gyðing og ágreiningsmál, því bið ég þig að hlýða þolinmóður á mig. Postulasagan 27. kapli. Þegar ákveðið var að við skildum sigla til Ítalíu, voru Páll og nokkri bandingjaraðrir seldir í hendur 100 Júlíus hét úr hersveit keisarans. Vér stigum á skip frá Adriamittum sem átti að sigla til hafna í Asíu og létum í haf. Aristarkus, makedónsku maður frá Þessalóníku, var á samferða. Á öðrum degi lentu vér í Sídon. Júlíus sýndi Páli þá mannúð að leyfa honum að fara á fund vina sinna og þiggja umönnun þeirra. Þaðan létu vér í haf og sigldum undir Kýpur því að vindar voru andstæðir.
og þá sigldum við yfir hafið undan Kilikíu og Pamfílíu og komum til Míru í Líkíu. Þar fann 100 skip frá Alexandríu sigla átti til Ítalíu og kom oss á það. Siglingin gekk tregt allmarga daga, komust við með herkju móts við Knítus en þar bægði vindur oss. Þá sigldum við undir Krít við Salmóni. Við beittum þar hjá með naumundum og komust á staðið sem kallast Góðhafnir í grennd við borgina Laseu. Enn leið drjúgur tími og sjóferðir voru orðnar hættulegar enda komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá: Það sé ég góðir menn að sjóferðin mun kosta hrakninga og mikið tjón, ekki einungis á farmi og skipi heldur og á lífi voru. En 100 treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því Páll sagði. Höfnin var óhentug til vetrarlegu, því var það flestra ráð að halda þaðan ef þeir mættun á Fönix og hafa þar vetrarlegu. Sú höfn á Krít og veit til útsuðus og útnorðus. Nú rann á hægur sunnanvindur, hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, létu akkerum og sigldu fram með Krít næri landi. En áður en langt leið skall af landi ofan fárviðri, hinn illræmdi landnýrðingur. Skipið hrakti og varð ekki beitt upp í vindin, slóum við undan og létum reka. Við hleyptum undan litla ei sem nefnist Káta. Þar gátum við með naumundum bjargað skipsbátnum. Þeir náðu honum upp og gripu til þeirra ráða sem helst mátti til að bjarga verða og reyrðu skipið köðlum. Þeir óttuðust að þá mundi bera inn í Syrtuflóa, því felldu þeir segl og létu reka. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á 3. degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll vonum það að vér kæmumst af. Nú hafðu menn lengi einskis matar neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti: Góðir menn, þér hefðuð átt að hlíta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít, þá hefði þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég yður að vera vonglaðir, því enginn yðar mun lífið týna, en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill, þess Guð sem ég heyri til og þjóna og mælti: Óttast þú eigi, Páll, fyrir keisaran átt þú að koma, og sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir, góðir menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Oss mun bera upp á einhverri eyju. Á miðnætti þegar við höfum hrakist Adríahaf í hálfan mánuð, þóttu skipverjar verða þess varir að land væri í nánd. Þeir vörpuðu grunnsökku og reyndist dýpið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsökku litlu síðar og reyndist dýpið þá 15 faðmar. Þeir óttuðust að oss kynna ber upp í kletta og kostuð því 4 akkerum úr skuttnum og þráðu nú mest að dagur rynni. En hásittarnir reyndu að strjúka úr skipinu. Þeir settu bátinn útbyrðis og þóttust vera að færa út akkeri úr framstafni. Þá sagði Páll við 100 og hermennina: Ef þessir menn eru ekki kyrrir í skipinu, getið þér ekki bjargast. Hermennirnir hjuggu þá festar bátsins og létu hann fara. Undir dögun hvatti Páll alla að neyta matar og sagði: Þér hafið nú þraukað hálfan mánuð fastandi og engu næst. Það er nú mitt ráð að þér fáið yður mat. Þess þurfið þér ef þér ætlið að bjargast. En enginn yðar mun einu hári týna af höfði sér. Að svo mæltu, tók hann brauð, gjörði Guði þakkir í allra augsýn, brauðað og tók að eta. Urðu nú allir hressari og fóru líka að matast. Alls vorum við á skipinu 276 manns. Þá þeir höfðu etið sig metta, léttu þeir á skipinu með því að kasta kortfarminum í sjóin. Þegar dagur rann, kenndu þeir ekki landið, en greindu vík eina með sandfjöru. Var þá ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkerinn og létu þau eftir í sjónum, leystu leið stýrisböndin, undu upp framseglið og létu berast undan vindi til strandar. Þeir lentu á rifi, skipið strandaði, stefnið festist og hrærðist hvergi, en skuturinn tók að liðast sundur í hafrótinu. Hermennirnir ætluðu að drepa bandingjana svo enginn þeirra kæmust undan á sundi, en 100 vildi forða Páli og komi í veg fyrir ráðagjörð þeirra. Bauðana þeir sem syndir væru skildu fyrst varpa sér út og leita til lands, en hinir síðan ýmist á plönkum eða braki úr skipinu. Og þannig komust allir heilir til lands. Postulasagan 28. kapli. Nú sem við vorum heilir á land komnir,
fengu við að vita að eyjan hét Malta. Eyjaskeggjar sýndu oss einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál og hlintu að oss öllum, en kalt var í veðri og farið að rigna. Páll tók saman hrísvöndul og lagði á eldinn, skreið þá út naðra undan hitanum og festi sig á hönd hans. Þegar eyjaskeggjar sáu kvikindið hanga á hendi hans, sögðu þeir hver við annan: Það er víst að þessi maður er manndrápari, fyrst refsi nornin lofar honum ekki að lifa þótt hann hafi bjargast úr sjónum. En hann hristi kvikindið af sér í eldinn og sakaði ekki. Þeir byggust við hann myndi bólna upp eða detta sviplega dauðu niður. En þá þeir höfðu beðið þess lengi og sá að honum varð ekkert meint af, skiptu þeir og sögðu hann Guð vera. Í grennd við staðinnan átti Búgarð æðsti maður á eynni, Públíus að nafni. Hann tók við oss og hélt oss í góðu yfirlæti 3 daga. Svo vildi til að faðir Públíusar lá sjúkur með hitaköstum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans, baðst fyrir, lagði hendur yfir hann og læknaði hann. Eftir þetta komu aðrir þeirri sjúkir voru á eynni og voru læknaðir. Höfðu þeir oss í hávegum og við skildum sigla gáfu þeir oss allt sem við þurftum til fararinnar. Að liðnum 3 mánuðum lögðum við til hafs á skip frá Alexandríu sem legið hafði við eina veturinn og bar merki tvíburanna. Við tókum höfn í Sýrakúsu og dvöldumst þar 3 daga. Þaðan sigldum við í sveig og komum til Regíum. Að degiliðnum fengum við sunnanvind og komum á öðrum degi til Púteólí. Þar hittum við bræður og báðu þeir oss að dvelja hjá sér í viku. Síðan héldum við til Rómar. Bræðurnir þar fréttu oss og komu til móts við oss allt til Appíusartorgs og Þríbúða. Þegar Páll sá þá gjörði hann Guði þakkir og hrestist í huga. Við vorum komni til Rómar var Páli leyft að búa út af fyrir sig með hermanni þeim sem gætti hans. Eftir 3 daga stemdi hann saman helstum mönnum gyðinga. Þegar þeir voru saman komnir sagði hann við þá: Bræður, ekkert hef ég brotið gegn lýðnum eða siðum feðrana, en samt í fangi framseldur Rómverjum í Jerúsalem. Þeir yfirheyrðu mig og vildu láta mig lausan af því á mér hvíldi engin dauðasök. En gyðingar mæltu á móti og neyddist ég til að skjóta máli mínu til keisarans, þó eigi svo að skilja að ég sé að kæra þjóð mína. Sakir þessa hef ég kallað yður hingað að ég mætti sjá yður og tala við yður, því vegna vonar Ísraels ber ég þessa hlekki. Þeir svöruðu: Við höfum ekki fengið bréfum þig frá Júdeu og eigi hefur heldur neitt bræðranna komið hingað og birt eða talað nokkuð illt þig. Rétt þykir oss að heyra það hjá þér hvað þér býr í huga, en það oss kunnugt flokk þennan að honum allstaðar mótmælt. Þeir tóku til Dáviðan og komu þá mjög margir til hans í herbergi hans. Frá morgni til kvölds skýrði hann og vitnaði fyrir þeim Guðs ríki og reyndi að sannfæra þá Jesú, bæði eftir lögmáli Móse og spámannunum. Sumir létu sannfærast af orðum hans, en aðrir trúðu ekki. Fóru þeir burt ósamþyktir sín á milli, en Páll sagði þetta eitt: Rétt það sem heilagur andi mælti við feður yðar fyrir munn Jesaja spámanns. Far til líðs þessa og seg þú, með eyrum muni þér heyra og alls eigi skilja, og sjáandi muni þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skynji með hjartanu og snúi sér, og ég lækni þá. Nú skulu þér vita að þetta hjálpræði Guðs hefur verið sent heiðingjunum og þeir munu hlusta. Full 2 ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leigt sér og tók á móti öllum þeim sem komu til hans. Hann boðaði Guðs ríki og fræddi drottin Jesú Krist með allri djörfung, tálmunarlaust.